Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín okkar á Víkur fréttum. Framundan fjölbreyttur þáttur, þó svo viðfangsefni sé aðeins eitt. Ljósanótt ný afstaðin í Reykjanesbæ. Hún ein stærsta bæjarhátíðin hér á landi og stóð að þessu sinni yfir í 5 daga. Hátíðin í ár var jafnframt sú 20. í röðinni, en Ljósanótt var fyrst haldin árið 2000 og var þá skemmtun eitt síðdegi á laugardegi, þar sem kveikt var á lýsingu á berginu í Keflavík. Síðan þá hefur hátíðin stækkað mikið, en Ljósanótt nokkurs konar uppskeruhátíð í menningu og listum suður með sjó. Við tileinkum þennan þátt af Suðurnesjamagasíni Ljósanótt. Ljósanótt var sett formlega á miðvikudegi í skrúðgarðinum í Keflavík að viðstöddum mannfjölda. Dagskrá hátíðarinnar hófst þó daginn áður með tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Hljómahöll í tilefni af 25 ára afmæli Reykjanesbæjar. En skellum okkur beint úr setningu hátíðarinnar og á súpukvöld og útitónleika. Skólamatur bauð hátíðargestum upp á kjötsúpu og vegansúpu, en þennan dag eldaði starfsfólk skólamatar 4,5 tonn af kjötsúpu fyrir bæði skólabörn og gesti ljósanætur, en 5.000 skammtar fóru þetta kvöld á Ljósanótt. Fólk alltaf ánægt að fá súpu hjá þér? Já, það segir eins og ég hef alltaf sagt áður, oft hefur hún verið góð en aldrei eins og núna. Og ég fæ alveg svaka góð viðbrögð. Hún góð og það sem mér þykir vænst að litlu börnin hérna, krakkarnir í skólanum, að þetta eru krakkar sem að borða súpu, fengu þið súpu í hádeginu? Já. Var hún góð? Já. Hvernig maturinn yfirleitt í skólanum? Mjög góður. Takk fyrir, og þetta það sem mér þykir vænst og þetta það sem við höfum öðlast á síðustu 20 árum, það að hlusta á börnin. Það eru börnin sem að borða, mamma og pappi borga, en börnin borða. Og mamma og pappi, þau eru svo fegin að í vinnunni sinni að vita það að börnin að borða matinn sem við erum að elda. Við erum að pæla í stemmingunni hérna. Þetta ekki svolítið svona hátíð hjá ykkur í skólamat að vera? Þetta svo gefandi, fólki þakka svo vel fyrir sig og það verið að tala um ykkur allt árið að þakka okkur fyrir kjötsúpuna. Það yndislegt alveg. Það svolítið magnað. Það svo magnað og bara allt þetta fólk og það allir svo glaðir og þakkláttir og það alveg yndislegt. En ég verð að spyrja það einu, því að ég heyrði á þér í dag að þú værir með vegansúpu, þú ert að bjóða kjötsúpu, en núna eru mjög margir sem að vilja fá vegan. Hvernig vegansúpan? Það sem sagt mínus kjöt. Það ekki bara mínus kjöt, því að það engar dýraafurðir í vegansúpunni og það bara, við erum fjölbreytt samfélag og við verðum bara að mæta öllum og það gerum við með glöðu geði. Og við verðum það koma nýjar kynslóðir og það eru breytingar og maður fylgist með. Það bara þannig. Hvernig hefur vegansúpunni verið tekið? Henni hefur verið ágætlega tekið en það fer meira kjötsúpunni. Já, eðlilega. Já. En þetta byrjar allt einhvern veginn og við finnum það líka í skólamat þegar við fórum fyrst að bjóða nemendum upp á veganmatinn, að þá byrjaði þetta lítið en þetta hefur verið að aukast og við finnum fyrir vext í því. Hér eru strákar í svörtum fötum og við erum stundum að stríða þegar við hittum á vettvangi við fréttamennirnir og það hvort þeir séu með húfu. Þannig að ef við hittum á það og erum að segja frá einhverjum sem að gera, þá verðar að vera með húfu, það ekki rétt hjá mér? Jó, það rétt. Og við höfum stundum nappað ykkur þegar þið hafið óvart gleymt húfunni. Já, Hvað þýðir það hjá löggunni? Já, þá þurfum við að koma með köku á næstu vakt, En svona alvörunni, hvað þetta mikið mál að vera lögga á Ljósanótt? Þið miklu fleira á vakt og svona? Já, vaktin töluvert styrt. Við séum ekki svona 17 í kvöld. Að venjulegu föstudagskvöldi erum við svona 8. Þannig að, við erum styrktir. Gengur allt vel? Já, Ljósanótt núna undanfarið hefur gengið bara mjög vel. Ró og smekt og allir spakir. Já, það bara búið að vera mjög gott í kvöld og við höfum ekki vonað öðru en að fólk hagi sig bara vel. Takk fyrir.
Við erum stödd á heimatónleikum á Ljósanótt 2019 í Reykjanesbæ og við erum í rocksafni Rúnars Júlíussonar og hérna voru hljómarnir í gamla daga en núna hljóma hjálmarnir á bakvið og hjá mér Valgerður Guðmundsdóttir sem eiginlega búin að vera svona algjör verkefnastýra halda utan á Ljósanótt í 20 ár. Valgerður, og ég spyr þig núna því að ég veit að þú ert að hætta. Hægt að skipta sér að Ljósanótt? Það verður mjög erfitt og ég enn í dag alltaf að reyna að segja og svo gerum við þetta næst og svo gerum við þetta næst. En það kemur alltaf góður tími og nú akkúrat tími fyrir mig að stíga aðeins til hliðar og nýtt fólk tekur við. En þegar þú horfið 20 ára aftur í tíma, þetta 20. skipti sem Ljósanótt haldin og þetta búið að vaxa ótrúlega mikið svona ár frá ári. Já, við byrjuðum náttúrulega bara með einum litlum dagsparti árið 2000 og í dag erum við komin með þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag og sunnudag. Þannig að þetta ein allsherjar menningarveisla í næstum því tæpa viku og hver dagur öðrum skemmtilegri, algjörlega frábær hátíð. Hvað myndir þú segja eins og hátíðinni núna? Þú segir þetta þið örugglega besta hátíðin, þú ert alltaf búin að segja það á hverju ári. Eitthvað betra núna en undanfarnar ljósa nætur? Já, við erum með enn fleiri viðburði heldur en áður og það einmitt það sem gerir þessa hátíð svo einstaklega skemmtileg og ég hef stundum sagt áður að fólkið í bænum í rauninni búið að taka völdin. Þau eru með sína eigin tónleika, sína eigin viðburði, sína eigin sýningar og við sem hefum verið í framkvæmdanefndinni getum bara alveg smátt og smátt farið að slaka aðeins á og þar að auki fengum við náttúrulega symfóníuhljómsveitina núna til þess að starta upp hátíðinni og það var náttúrulega rosalega skemmtilegt. Það eru búin að vera tónleikar hérna hverju kvöldi frá því á þriðjudaginn og á morgun eru líka tónleikar, þannig að það eru 5 kvöldi í röð þar sem eru tónleikar. Enda eru við í Bíllabænum Keflavík, ekki veit ég hvar við ættum að vera ef ekki með tónleika. En það eru 20.000 alltaf að mæta og gríðarlega margir viðburður, fólk með listsýningar og það eru alls kyns viðburður í gangi. Já, og það einmitt þessi fjölbreytni sem gerir þetta svo einstaklega skemmtilegt. Og þrátt fyrir það að veðurspáin geti nú stundum verið svona og svona því á þessum árstíma, þá hefur veðurspáin til dæmis held ég engin áhrif á okkur heimafólkið. Við bara klæðum okkur betur og vöðum út og njótum bara alls þess sem í boði Þetta vissulega hátíð heimamanna á Suðurnesjum í Reykjanesbæ og nágranni, segja við getum sagt að þannig. En nágrannar okkar úr nær sveitarfélögum, þeir hafa verið duglegir að mæta líka. Já, við fáum hérna alveg þúsundir gesta annar staðar frá og það ekkert leiðinlegt fyrir okkur hér í þessum bæ að sýna hvað við erum flott og hvað við höfum margt fram að bjóða. Eitthvað sem að þú heldur meira upp á í dagskránni en annað? Ég náttúrulega elska hjálmana. En að auki þá ég náttúrulega alveg einstaklega, sérstaklega tengd pólsku grafíksýningunni í listasafninu og sem einmitt fínt dæmi það sem við vorum að reyna að gera á þessari ljósanótt að færa þessi menningarbrot okkar hér, þennan fjölbreytileika, svolítið saman, að kynnast menningu hvers annars. Þannig að við erum með pólska menningarhátíð svona í bakslaginu. Valgerður, við viljum bara fyrir hönd íbúa Reykjanesbæ þakka þér fyrir að vera svona dugleg í öll þessi ár. Takka þér fyrir og takk sömuleiðis. Það er búið að vera yndislegt að fá að vinna við þetta í svona langan tíma. Þetta er búið að vera algjörlega frábært. Og ekki síst, það er búið að vera með mér svo góður hópur af fólki. Svona hluti gerir enginn einn. Heldur þetta ótölulegu fjöldi af fólki sem við erum búin að vera að vinna saman og þróa þetta og gera þetta svona skemmtilegri hátíð. Það er svona mannauður í þessu bæjarfélagi. Ég hef kannað þessa sístu fyrir og rendi langar út af hvert sker og allar ganga. Loksins myndi það sem ég leitaði tilfinningu hef ég reynt að þráta og núna finnst mér eins og að það muni ganga. Ég held ég megi það
með sömu konunni hérna frá því að hún var, já eiginlega þegar ég fattaði hún var ekki strákur. Ég var 16 ára, hún var 15 ára, þetta var bara, við eigum 4 börn. Það ógeðslega gaman að eiga börn, það alveg svakalega sterk tilfinning. Þetta svona bara að þú ert að fá barnið í hendurna í fyrsta skipti. Þetta svona eins og þú til að samfara sig ekki til bjór heima og svo finnur einn aftast í ísskáp. Allt í kring var fólk svo létt í lund. Við áttum okkar fyrsta ástarfund, en þú skuldar mér ennþá 1000. Ég horfði í augun þín og þú horfðir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Eurovision hækkun! Ég horfði í augun þín og þú horfðir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Í síðasta lagi fyrir næstu ljósanótt. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Það skemmtilegur síður á ljósanótt að árgangar safnist saman við Hafnargötuna, yngstu árgangarnir efst við götuna og þeir elstu neðst. Á slaginu 12:30 verður svo til skrúðganga árganganna sem gengur í fylkingu við lúðrablástur niður götuna. Gangan lengist eftir því sem árgangarnir bætast við og að lokum safnast hópurinn saman við hátíðasviðið þar sem árgangurinn sem 50 ára á árinu fær að njóta sín sérstaklega. Núna voru veðurguðirnir í vondu skapi og sendu rigningu og það verulega mikla á göngufólk sem léta ekki á sig fá og fjölmennti.
ár það árgangur 1969 sem fagnar 50 ára afmæli. Litskrúðugur árgangur 69 mætti fremst við hátíðasviðið og söng meðal annars afmælissöng fyrir Reykjanesbæ. En kæru vinir, við erum hingað saman komin til þess að fagna því að þið liðið 1 árið enn og við erum hérna með árgang sem fær að njóta sín eftir smá stund. Ég sé að þau bíða alveg fyrir ykkur. Og fyrir ykkur sem eru að koma hér kannski fyrsta sinni ef við ekki, þá það árgangur sem verður 50 á árinu sem er í forsvari. Og ég hef sagt það áður að segja það aftur, það alltaf yngra og yngra fólk að verða 50. Og til hamingju með það, skjölda. Þetta svolítið gæst í svona og svo. Dús safnahús eru menningarmiðstöð Reykjanesbæjar. Þar eru haldnar margar sýningar á hverju ári. Húsið fyllist líka af söng á ljósanótt. Sjáum smá sýnishorn frá kvennakór Suðurnesja og karlakór Keflavíkur. Það voru kraftmiklir tónleikar á útisviðinu hátíðasvæði Ljósanætur á laugardagskvöldinu. Framkomu margir af fremstu tónlistarmönnum landsins. MC Gauti og Aron Kahn byrjuðu kvöldið en svo kom stuðlabandið ásamt góðum gestum. Jóhanna Guðrún, Jón Jósef Snæbjörnsson, Salka Sól og Sverrir Bergmann voru gestir stuðlabandsins að þessu sinni. Herra Hnetusmjör enda þessu kvöldið á stóra sviðinu. Þar kveikjum við og svo tekjum hjarta og sál þar sem hjartans sæl þar sem hjartans slær
Hápunktur ljósanætur svo ávallt flugeldasýningin sem kynnt sem bjartasta flugeldasýning landsins sem lýsir upp ljósunum. Á meðan flugeldarnir lýsa upp hátíðarsvæðið kveikt á ljósunum á berginu. Það magnað umhverfis listaverk sem nú var kveikt á í 20. sinn. Það orðinn árviss viðburður að blási sér til hátíðar í Höfnum á ljósanótt með fjölbreyttri dagskrá. Sögusýning Jamestown strandi var opnuð í gamla skólanum í Höfnum, klassísk tónlist og lágstemdir stuðtónleikar Jónasar C. og Elísu Newman voru í Kirkjuvogskirkju. Sjáum smá brota af stemmingunni í kirkjunni hjá þeim Elísu og Jónasi. Þakkum fyrir áhorfið. Viljum við minna á aðra miðla Víkur frétta. Við erum að gefa út vikulegt fréttablað sem fer inn á hvert heimili á Suðurnesjum og höfum gert í 40 ár tæplega. Þá erum við mjög öflugir í fréttum á vefnum okkar vaff.is og með golffréttir alla daga á kilvingur.is. Við endum Suðurnesjamagasín að þessu sinni í Stapanum þar sem með bliki auga var sett á svið. Að þessu sinni var spurt manstu eftir 80s og þar vísað til 80s áratugarins og þeirra tónlista sem þá naut vinsælda. Myndatökumaður okkar var í Stapanum og fangaði stemninguna. Við sjáumst svo aftur í næstu viku með nýjan þátt af Suðurnesjamagasíni. Verið sæl. Come on,